Já, ég oft spurður af hverju ég hafi farið í menntaskólan á Akureyri. Ástæðan sú að ég féll í 3. bekk hér fyrir sunnan og amma mín trúði því að Þórarinn Björnsson væri kannski eini maðurinn sem gæti gert mann úr mér. Svo hún hafði mikið það að segja að ég var sendur norður. En það hafði verið mikil vinátt á milli afa míns Benedikts Sveinssonar og fólksins á Víkingavatni. Síðan hann var þingmaður og síðan hann ólst upp á Húsavík og sú vinátta hafði haldist milli fjölskyldnanna. Það var mjög gaman að fara norður og margt kom mér skemmtilega óvart. Kannski fyrst og fremst Þórarinn Björnsson sjálfur, þessi ljúfi maður, þessi síkviki og lifandi maður sem alltaf hafði frá nýja að segja og gat gert gamla hluti nýja, kennd okkur bæði með framkomu sinni og þessari lifandi framsókn og djúpu visku sem hann hafði til að bera. Og Margrét kona hans var traustkona og yndisleg mikill píanisti. Þórarinn hafði miklar áhyggjur af mér og ekki að ástæðu lausu þegar ég var í 5. bekk þá kallaði mig til sín á miðjum vetri, þá hafði ég fallið miðað við þær einkunnir sem ég fékk þá. Ég hafði nú búið mig undir þetta og sagði við hann: á bossan margur bara greindur skall og byltur þær nú gjörast harla tíðar, því þótt við séum bundnir stall við stelumst til að narta miklu víðar og lífið dæmd oss langt minni kall, ef við létum nægja að klífa þínar hlíðar, sem molbúarnir kynna kalla fjall og kalsa veður þínar mandraps hríðar. Á miðjum vetri játa ég mitt fall, en jarðarförin ákveðin síðar. Við vorum á þessum tíma í 3. bekk nokkrir sem höfðu mjög gaman á skáldskap. Ég minnist sérstaklega Ara Jósefssonar. Hann kom ungur drengur frá Blönduósi, kunni Þorstein Erlingsson utanbókar og var í raun og veru talandi skáld þá strax, en þó með hefðbundnum hætti, en það breyttist meðan við vorum í menntaskóla. Í 10.000 ár hef ég legið á meldunni og hugsað og loks hef ég komist að þeirri niðurstöðu að betra sé að liggja á bakinu en maganum. 3. maðurinn í okkar félagskap var Pétur Jónsson sem var borgarfulltrúi alþýðuflokks og samfylkingarinnar hér í Reykjavík eða alþýðuflokksins, ég man nú ekki hvort heldur, og ýmsir aðrir góðir menn voru í þessum hópi og kaffihúsasetur miklar. Við fórum alltaf niður í bæ og drukkum kaffi á hverjum degi, svo að skólameistari óbauð og einu sinni setti hann mig í mánaðarbann að fara niður í bæ að drekka kaffi og ég reyndi að standa við það. Af eldri nemendur sem með okkur voru minnist ég sérstaklega Heimi Steinssonar. Hann orti einu sinni kennarabrag og þar sagði hann Árna Kristjánsson: fæddist hann á Finnastað, fornlegt þar bæjarhlað, og Árni týndi íslensku upp úr hlaðsins svaði og hóf í hærri staði. Einu sinni sá ég sveininn koma hér, hann steytti hnefann stjarfur og starði á eftir mér og Werners lögmál hrópaði og hló í barminn sér: ég skal fylgja þér. Kennararnir voru margir mjög skemmtilegir og minnistæðir. Í 3. bekk minnist ég sérstaklega Brynjólfs Sveinssonar. Hann einhver eftirtektarverðasti persónuleiki sem ég kynnst á minni lífstíð. Góðir drengir voru þar: Gísli Jónsson, fóstri minn einn, Árni Kristjánsson, Aðalsteinn Sigurðsson, mjög merkilegur maður og leynir á sér. Og þannig get ég lengi talið. Séra Jón Einarsson í Saurbæ var í okkar hópi. Hann var nú strax rómantískur ungur drengur og við hentum stundum gaman að því. Það má segja að þessi ár mín í menntaskólanum á Akureyri séu kannski þau ár sem eru mest lifandi í mínu minni
og þangað sótti ég mikla gæfu og miklu hamingju og einhvern veginn tókst Þórarni að gera úr mér stúdent og sennilega mann líka.